Þá þriðji liður aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 ákvörðun endurskoðun og til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónasdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kynni hér lið 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 28. maí 2025. Lögði fram á lokinni kynningu drög að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 ásamt innkomnum athugasemdum og umsögnum. Tillagan lögð fram með nokkrum breytingum sem tilgreindar eru í inngangskafla, en ég ætla bara að fara örstutt yfir þær breytingar sem voru gerðar í skipulagsráði eftir kynningu. Bætt við þeim upplýsingum fyrir íbúðasvæði 23 að mögulegt til framtíðar að Borgarbraut muni framlengjast til norðausturs og tengjast inn í Hörgársveit. Bætt við hringtákni við íbúðasvæði 31 og svæði milli Glerar og Hlíðarfjallsvegar við Hlíðarbraut, þar sem gert ráð fyrir sérstöku búsetuúrræði, það smáhýsum. Fellt út miðsvæði M5 kringum Glerá og farið aftur í upprunalegt skipulag, en við fengum einmitt athugasemdir að það væri kannski óheppilegt að hafa þetta sem miðbæjarsvæði. En bætt við þeim upplýsingum að áður en frekari uppbygging hefst á svæðunum verði skoðað hvort nýta eigi svæðin til framtíðar fyrir blandaða landnotkun íbúð og atvinnusvæða. Bætt við að stefna Akureyrarbæjar að allar háspennulínur norðan Rangavalla verði lagðar í jörðu og að svæði norðan Rangavalla, vestan Gilja og Móahverfis verði framtíðar uppbyggingasvæði bæjarins, en sem bæði verði gert ráð fyrir íbúðar og atvinnusvæðum. Og síðasta breytingin bætt við 18 hektara svæði fyrir frístundabyggð í landi Hesjuvalla. Þannig að skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar og hann verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga. Þakkum bæjarfulltrúi Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir. Mér langar til þess að biðja ykkur að líta með mér fram í tíman, svo sem kannski 10-15 ár. Litast hér á svæðinu, í næsta nágrenni við ráðhúsið okkar, þar sem þá verður búið væntanlega, ef það gengur fram sem nú í pípunum, verður væntanlega búið að byggja hér allt í kring, það verður búið að byggja upp þar sem Jóði núna, bæta hæð ofan á Arjónbanka, jafnvel búið að rífa síjón og byggja þar meðfram. Við skulum færa okkur ögn utar, förum út á Norðurtorg, þar verða komnar einar 5 blokkir, 9 hæði, svo hæsta. Nú ég bara að tala það sem í pípunum, ekki fjarlægari draumsýnir eins og það sem blasir við eftir einhver ár eða fram niður með Gleráni sunnanverðu, sem ekki komið til viðræðu en við skulum líta á Hvannavelli, þar verður búið að byggja ansi mikið. BSO-reiturinn, þar verða risin 2 háhýsi, með öðrum orðum hér í næsta nágrenni á þessum þéttingareitum verða risnar mörg hundruð íbúðir. Ég hef svona leið ykkur að því að reyna að sá því frækorni að þið velti fyrir ykkur framtíð íþróttavallarins við Hólabraut, þar sem ég óttast að ef við hleypum því starfi þeirri hugmyndavinnu af stað á næstunni það hvað þar skal vera, að það óttast ég að örlög vallarins verði svipuð og tjálsvæðis, þar sem áherslan verður á að koma fyrir sem flestum íbúðum. Það verður þétt eins og hægt samkvæmt þeirri hugmyndafræði sem nú ríkjandi og hefur verið undan farin áratug og ríflega það raunar. Þannig að ég
það sem ég að reyna að koma að að við erum ekki í réttu andlegu ástandi, hugarástandi til þess að ráðast í það að skipuleggja með neinum hætti íþróttavöllin. Innan örfára ára þá verða hugmyndir okkar gjörbreyttar það hvað þar skal vera, einfaldlega vegna þess að við verðum komin með mikla þéttingu allt í kringum hann. Og hugmyndafræðin sem nú ræður ríkjum í skipulagsfræðum, hún á sem betur fer undir högg að sækja, finnst mér, hún að láta undan síga. Þannig að ég veit vel að við erum með einhvers konar loðið samanhang við káa 3 milljarða uppbyggingu á því svæði sem var tengt með afskaplega skemmtilegum og frumlegum hætti við íþróttavöllin hér. Ég veit að sumum finnst hér liggja á að ráðast í eitthvað á íþróttavelli til þess að hafa upp í káasvæði, en ég endurtek og ítrekka allt það sem ég búin að nefna hér á undan, það mun gefa drjúgar tekjur í kassan hjá okkur. Fyrir nú utan það að þessar framkvæmdir bætum við að við erum að byggja út í Holtahverfi, við erum þar eftir að byggja ansi mikið, nokkuð mikið í Móunum eru komna eitthvað 300 íbúðir af 1100 sem eiga eftir að verða. Það sem ég að benda á í þessu sambandi að einfaldlega að framkvæmda gleði okkar næstu árin verður slík að það ekki, íþróttavellin ekki þar ábætandi, þannig að ég hefði kosið og viljað að við drægjum sem allra mest lappirnar í því að ákveða framtíð þessa vallar og það sé hrein og bein peningasóun að fara í einhvers konar samkeppni það sem þar á að vera. Fara í þá samkeppni núna, því að ég veit að sumir hafa bent á einhverjir að kannski kemur svo hugmynd að þarna verði bara einhvers konar vettfangur fyrir mig og þig og alla akkurrenga að spranga en það afskaplega ólíklegt að það verði þannig. Þvert á móti, ef við förum í þá samkeppni núna, að þá verður áherslan á þéttingu byggðar, verður áherslan á fleiri en færri íbúðir og við höfum nærtækt dæmi þetta sem þessa niðurstöðu sem tjálsvæðið. Það sem megináherslan liggur á fleiri íbúðir frekar en færri. Þannig þess vegna mun ég sitja hjá og vona einlæglega að það drægist sem allra lengst að við ráðumst í fokdýra samkeppni framtíð íþróttavallarins við Hólabraut. Takk. Velkomin bæjarfulltrúi Jóni Hjaltasyni fyrir orðið laust. Til málstöku Hilda Gísladóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara rétt bregðast við orðum bæjarfulltrúa Jóns. Við erum nú kannski seint á sömu blaðsíðunni þarna, en það sem að mér langaði aðeins að varðandi svona þessa umræðu þéttingu byggðar. Mér líður eins og að við höfum náð að stíga mjög skynnsum skref hérna á Akureyri hingað til. Varðandi tjaldsvæðisreitin, það alls ekki þannig að ég sé að sjá það fyrir mér í þeirri undirbúningsvinnu og það sé verið að reyna að tróða eins miklu magni af íbúðum eins og hægt á það rými. Þvert á móti einmitt verið að hugsa fyrir grænum svæðum, það er verið að hugsa fyrir göngustígum, það er verið að hugsa fyrir því að það sé ekki of háreist byggð og ég á alltaf svolítið erfitt með þegar að tala háhýsi sem 4 hæða hús. En ég sammála þó því að það er hægt að fara í öfga en það er líka hægt að fara í öfga í báðar áttir, mín skoðun. Skynnsum þétting getur bæði verið fjárhagslega hagkvæm en hún getur líka verið samfélagslega hagkvæm. Bæði varðandi samgöngur, það geta ferðast á milli staða, það getur skapað minni bílaumferð, það getur sparað orku, það getur líka að vernda græn svæði og náttúru án þess að í stað þess að þenja svæði of. Það er líka hagkvæmara fyrir innviði, það er ódýrara að leggja vegi, hitaveitu, fráveitu, ljósleiðar og svo framvegis. Þannig að og oft er þétting að einhverju leyti tengd svona bætt aðgengi og jöfnuð og svona sjálfbæran vöxt. En að sama skapi þá skil ég alveg áhyggjurnar sem að
framkoma þegar við horfum á annar staðar á landinu, jafnvel alveg ótrúlega misheppnu dæmi þéttingu byggðar þar sem þetta einmitt ekki skynsamlegt. Þar sem að við verðum einmitt að taka tillit til þess að við búum á norðurhjara veraldar, hér eru birtuskilyrðin ólík, við erum með lágreista og óbúslega fallega byggða á Akureyri, við viljum vera alltaf líka í nágrenni við græn svæði, eins og til dæmis fallegan Eiðsvöll einmitt beint á móti Akureyrarvelli. En ég alls ekki hrifin af öfgakenndri þéttingastefnu með það að markmiði að búa til háhýsi og eins mörg hús og mögulega hægt er. En ég er svona meira nær miðjunni, að við getum þétt með skynsumum hætti, en samt í samræmi við okkar aðstæður og svona heilt yfir, þá líður mér eins og okkur hafi verið að takast það ágætlega. Ég sé enga sérstaka ástæðu til að vernda malbikaða svæði, til dæmis á Hofsbótarreitnum, sem hvorki eru bílastæði eða nokkuð annað í sjálfu sér, en ég held að sé alveg ástæð til að staldra við og einmitt hugsa hvenær förum við út í öfgar, en líka hvenær förum við út í öfgar bara í báðar áttir. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Hildiríði Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég varði eiginlega að koma aðeins upp út af þessari ræðu hans bæjarfulltrúa Jóns vina míns hérna áðan. Það nú einu sinni þannig að það var skipaður hópur til að skipuleggja þetta svæði og koma einhverja hugmyndir að þessu. Það sem ég sit nú og Jón líka. Og þar getur hann nú haft bara töluverð áhrif á það hvernig þetta kemur til með að líta út allavega til hann, vegna þess að við erum bara núna að ræða það í raun og veru hvað við viljum festa inn í svæðinu upp á að fólk geti hannað, hvort það eigi bara að vera ekkert og fólk geti komið að opnum bara kassa, eða hvort að við viljum festa einhverja svona byggingar inn eða aðra þjónustu. Þannig að ég er svolítið hissa, Jón, að þú skulir tala með þessum hætti að því að þú hefur bara mikla aðkomu að þessu máli. Þannig að ég held að við erum öll að anda með nefinu þarna, en ég held að við viljum öll sjá einhvers konar uppbyggingu hérna, hvort sem það einhvers konar grænu svæði, við viljum ekki hafa þetta svona eins og þetta núna held ég. Þannig að ég held að við séum bara á nokkuð góðri og hægri og öryggri leið í þessu máli. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Hlynur Jóhannssyni fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, svona að þegar við erum farin að ræða bara akkurat þennan vinkil á þessu máli og ég hef nú áður hvatt hópinn til þess að fara bara klára þessa vinnu þannig. Ég þetta á öndverðu máli við Jón, klára þessa vinnu, fara einhenda sér í verkið. Varðandi græn svæði, þetta eru áður en fyrsti hornsteinninn að fyrsta húsinu kemur, þá er allt svæði grænt. En við þurfum líka fólk til að njóta grænu svæðana og ég tel það að þarna á þessu svæði sem er vannýtt í dag, rétt eins og við sáum fram á tjaldstæðisreiturinn Yrði, ég held að þarna séu mestu lífsgæðin sem við getum boðið. Það er stutt í skipulögð græn svæði eins og reyndar annar staðar í öðrum hverfum á Akureyri og það er stutt í náttúruna líka. Þannig ég vil ekki áhyggjur af því að íbúar þarna njóti ekki náttúru og grænna svæða en hins vegar held ég að það getur verið komið að því hjá okkur að við kannski tökum svolítið utan það og setjumst niður og veltum þessu skipulega fyrir okkur. Kortleggjum aðeins, þetta gert í skipulagsráði og umhverfis og mannvirkjaráði, en veltum þessu skipulega fyrir okkur hvað við sækjum á hverju svæði, hvert við sækjum út í náttúruna, hvernig aðgengið er frá hvaða hverfi fyrir sig, og þannig að við höfum skýra sýn á það hvernig við viljum hvaða lífsgæði við viljum að séu aðgengileg fyrir íbúa okkar á þessu grænu svæði og í náttúrunni í kring. Þannig að tilefninu til teki bara heils vegar undir mikilvægi þess að hugsa þessa hluti og ég held við ættum að fara í þá vinnu hvort sem það verður á þessu kjördæmabili eða á því næsta en allavega sem fyrst. Takk fyrir.
Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Már Gunnarsssyni fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónasdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég satt sem sagt í vinnuhópnum sem vann að þessum breytingum á aðalskipulaginu og ég get skemmt ykkur með því að segja ykkur það að við rættum aldrei Akureyrarvöll, ekki einu sinni. En það sem að við helsta markmið með þessari vinnu var að ákveða hvar við ætlum að brjóta nýtt land. Að því við vissum að við þyrftum að vinna það aðeins hraðar en við höfum kannski gert, að því að nú erum við kannski aðeins að myndast eitthvað svona millibils ástand og og við höfum í rauninni ekki byrjað skipulagningu og svo sem við að brjóta nýtt land á þessu kjörtímabili þó að við höfum verið að vinna að tjálsvæðisreitnum. En kannski sem betur fer hafa enga aðilar verið bara líka duglegir í sinni hugmyndavinnu og uppbyggingu, þannig að það er svo sem samt sem aður ýmislegt gerst. En við sem sagt verðum bara að passa að leið og við erum búið með eitt hverfi, þá eigum við að vera byrjuð að skipuleggja nýtt land til að brjóta. En það var sem sagt ákveðið að fara þá aftur til suðurs, meðal annars vegna þess að við vildum nýta þá götuna sem kjarnagötuna fyrir ofan Hagabyggð, Hagahverfi ásakið, og byggja þar til vesturs og ég persónulega vil aðeins sjá til með Móahverfið sem að mun þá kannski mögulega heita eitthvað annað þá norðvestan við Jaðarsíðuna sem þá áframald. Nú ég var að reyna rugla ekki áttunum hérna. Þið veitir hvar Sjafnagatan þar sem að byggjast upp nýtt iðnaðarhverfi. Við erum með þessum breytingum að bæta við einni línu þar og við rættum alveg hvort við hefðum átt að bæta við mun meira af því við vitum að það mjög djúpt á fast þarna. Og við sáum möguleika í því og ég vona bara að þeir aðilar sem eiga lóðirnar niður á Tryggvabraut og þar kring sé að hlusta, að það sé tækifæri fyrir þá aðila að færa sig þá norðar í bæinn með þá kannski starfsemi sem þarf stór bílastæði eins og verkstæði og bílasölur og fleira, það sem að þarf kannski ekki að grafa mjög djúpt á land og við getum þá hafið einhvers konar íbúa uppbyggingu þarna á Eyrinni og nýta Oddeyrarskóla betur. Þannig að það voru alls konar svona pælingar í gangi en eins og var rætt með skipulagsráði síðast þá þetta bara skipulag til 2030 þannig að það var kannski ekki stemning fyrir að vera að fara í svona mikla framtíða músík. Við varum bara einblína á næstu skref og það leikur náttúrulega bara fyrir að við þurfum að hefja undirbúning á algjörlega nýja aðalskipulagi strax á næsta kjörtímabili, þannig að þetta var bara svona eitthvað skref til að geta haldið áfram uppbyggingu, íbúar uppbyggingu hérna. Við hefðum kannski átt að eyða aðeins meiri tíma í atvinnumálin og við vorum kannski ekki alveg öll sammála iðnar og athafnalóðina við Krossanes, hvort hún ætti út eða ekki, þannig að við svo sem letum það bara aðeins bíða en ég held að þetta sé einmitt eitthvað sem við þurfum að taka föstum tökum að því að við erum mjög oft að ræðum hér að taka alls konar atvinnulóðir undir íbúauppbyggingu en við verðum að sjálfsögðu að gera ráð fyrir atvinnulífi líka. En ég held að þetta sé bara ágætt lending þannig að við getum haldið áfram að skipuleggja íbúauppbyggingu hérna. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónasdóttur fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar hér. Það er eitt og annað jákvætt þarna. Mér langar til að draga athygli ykkar að því. Til dæmis höfum við að lokum valið slökkvistöð, mjög góðan stað þótt að það hafi vakið deilur og ýmsar ýfingar því að lóðinni hafði áður verið úthlutað og ég skal ekki fara út í þá löngu sögu en allavega það urðu sárindi ögn í kringum þá ákvörðun en ég held hún sé mjög heillavænleg. Þetta bara svona fór þetta og hún verður á góðum stað í nágrenni mjólkursamlagið.
Í annan stað þá held ég að það sé afskaplega heillavænlegt og ég bara vildi að við getum byrjað á morgun. Að það þessi lífsgæðakjarni sem fyrirhugaður vestan Tjarnargötu. Nákvæmlega á réttum stað, akkurat þar sem hann á að vera. Í nágrenni við útivistarsvæði. Þetta afskaplega fín hugmynd og vona að við getum bara sem allra fyrst ráðist í það. Og svo í þriðja lagi þetta sem bæjarfulltrúi Sunna myndist á og á eftir að valda deilum þegar þið sittist hér niður á næsta kjörtímabili og fara nú að ræða það hvað skal byggja norðan Krossanes. En þá ætla ég bara að vona að þið beri gæfu til þess að ákveða þar verði íbúðabyggð en ekki einhvers konar iðnaður eða ég veit ekki hvað, því að þetta afskaplega spennandi lóð fyrir nýtt hverfi sem þarna. Afskaplega góður staður og í nágrenni við útvistarsvæði, raunar þótt að mætti vera ögn nær, við bara setjum upp vegna horfinnar lyktar frá Krossanesi, þá setjum við uppi með þetta iðnaðarsvæði, við vorum ekki nóg snögg að grípa fram fyrir hendurnar á því skipulagi sem hafði áður verið samþykkt. Þannig að þess vegna erum við með þetta iðnaðarsvæði þar vestur af, en því verður ekki breytt hérna, en við getum ráðist í íbúðabyggð þarna norður af Krossanesi. Nú ég ætla heldur ekkert að fara neitt að stæla um hæð bygginga eða þéttleika, en bara þakka fyrir að fá hér sjónarhorn, fleiri en eins á það sem ég var að segja, sem ég fannst afskaplega gott. Takk fyrir. Það kom bæjarfulltrúi Jón Hjaltasyni fyrir, orðið laust. Og ekki fleiri hvassir hljóðs, þá ber ég upp. Ókunna bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar og hann verið auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 árið 2010. En samkvæmt fyrirliggjandi tillögu gert ráð fyrir breyttri landnotkun svæðis að Hesjuvöllum, samanber 4. mál á dagskrá. Þau sem samþykkja, þau sem á móti, situr einn hjá.